Þið þekkið það vel, ég veit úr það fíblast með þetta lag. Alls ekki. Þið finnst þetta ekki eitthvað geggjalag. Þetta bara íslenski Justin Bieber. Þetta bara okkar Bieber. Hvað þetta gamalt lag eða? Já, það mætti segja að þetta væri okkar Macaulay Culkin. Já, það þetta ekki á þeim tíma eitthvað? En þetta var örgulega gott á sínum tíma. En þetta veit ekki með að byrja þáttinn alltaf á þessu. Ok, vertu alveg reynskilinn. Ertu að segja mig það, þetta lag hafi ekki komið þér í einhvern helgargýr? Ég búinn að vera í þvílíkum gýr í dag, þetta ekkert að hjálpa. Í alvörunni? Heyrðu þetta? Nei, maður ekki þessu því miður. En klukkan orðin 4 og FM 95 Blöð hafi göngu sína þennan 5. daginn. Síðasti svona venjulegi þátturinn, því að við verðum með 2 ára afmælisþátt á morgun og svo verðum við á föstudum hér eftir bara. Þetta síðasti 5. þátturinn. Það eru 2 ár síðan 95 Blöð hóf göngu sína. Já, þetta bara fljótt að liða. Þetta bara fljótt að liða. Það ekkert smá, það eru 2 ár síðan við gerðum vídeo og það allt og bara... Já. Þetta eins og ég segi, þetta mjög fljótt að líða. Þetta rosalega. Nei, við erum með rosalega þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur og já, það ekkert flóknir að við ætlum að bjóða upp á veislustendi. Já, ég held annaflega. Og öllum hlustendum er boðið. Já, við ætlum að vera með störðlega staðrendir. Já, það á sínum stað. Það á sínum stað og svo ætlum við að vera... Og það frábæra í dag. Það ekki? Jó. Já, ég sá það eitthvað á þér því ég kom að hann. Þú varst ánægður með það. Já, ég er mjög ánægður. Og svo eru augljósa staðrendir. Þær eru mjög augljósar í dag. Virkilega skemmtilegar. Mér finnst það alltaf ef skrýtir og segir að það sé mjög augljósar í dag því að ég veit ekki hvort það sé gott eða slemt. Já, við skulum bara, ég ætla að leyfa þér að njóta efans. En síðan eru við með slúður. Já. Brakandi ferska slúðupakka, erlendan og íslenskan. Íslenska slúðrið, ertu með eitthvað krassandi handa okkur þar í dag? Já, ég verða að viðurkenna það. Ég er búinn að vera á rosalega mikið af tölvupóstum. Og alls það sem ég fer er fólk að stoppa mig og hvísla mér alls konar skúpi. Já, en þetta eitthvað svona sem ertu með eitthvað slúður sem má alveg fara í loftið? Þetta orðið helviti tæft hjá þér, þegar eru farin að detta inn sultuhundar og eitthvað, sko? Já, eins og ég hef sagt áður, sko, það óþarfi að skjóta sendibúðan. Já. Bara, þetta eitthvað sem ég heyri. Fer einhver svona þekktur Íslendingur illa á slúðrunni í dag, eða? Já, ég verða að viðurkenna það svolítið svoleiðis og það ggreinilegt að íslensk seleb, svona í gæsalöpum, eru skítandi á þessa dagana. Það að marka þetta slúður, sko. Það allt í apaskít. Það allt í apaskít og svo ætlum við að fara í glænýjan dagskrárlið sem ég er mjög spenntur fyrir. Já, og hann heitir Vídeólegan. Já. Og það alltaf gaman að byrja með nýjan dagskrárlið og ekki seinna vænna. Sérstaklega þegar við erum að fara að hætta. Já, en reyndar ef að þessi liður gengur vel í dag, þá getur við verið með hann á föstudögum. Okkar þetta, ég þú og Pétur. Það rétt. Þannig að vonandi verður það skemmtilegt en það nýja dagskrárliðin heitir sem sagt Vídeólegan. Þá þykist þú að ringja frá vídeóheimum að rukka gamlar vídeóspólur. Við erum mjög fersk. Já, ég fant að trúa því. Og svo er einkamálahotnið okkar á sínum stað líka og svo leiðis. Já, varstu ekki eins og búin að minnast á það? Ekki búin að minnast á það. Nei, það er líka á sínum stað, einkamálið og það er alltaf hressandi. Þá ringjum við fólk út í bæ og látum eins og hann vera að tala við það í gær og einkamál. Kom upp skrítin nöfn þar. Þú getur verið að passa það eins á þínu nöfnum? Nú, akkurru? Já, í síðustu viku spurður hvort þetta væri Tussubumba 16. Ég hef bara ekki heyrt ógeðslegra nafn held ég. Veit ekki hvað þú kallaði inn á þessum síðum þegar þú ert með reikning, sko. En annars erum við bara í stuði, kæru hlustendur, og vonandi þið líka. Það er nú 5. dagur, Airwaves í gangi. Já, og það er líka svo gott veður. Já, það er svona sól og bara, það er gleði hjarta. Íslensku stelpurnar voru að vinna 2-1 og sko þeim til hamingju með það. Já, til hamingju með það. Voru að vinna út í Serbíu, þannig að... Þú veist að ég hef búin að segja frá því að svona með aldrinum þá er ég alltaf farin að spá meira og meira í veðrinu, sko. Já. Bara ef það er sól úti þá verð ég glaður. Þó að það sé skítkalt. Bara ef það er sól. Já, það munar rosalega fyrir að sjá gula kvikindi. Já, ef ég sé glitt í þessa gulu þá er ég bara feskur. Já, ok. Þannig að þú ert feskur í dag. Alveg, gæti ekki verið. Gefðu mér smá hinda því að nú er ég orðin með forritin. Ég er mikill áhugaður íslenska slúðrið hjá þér. Já. Hver er að fara vest út úr slúðrinu í dag? Ég get nú alveg sagt þér það, ég ætla nú ekki að gefa mikið upp. En ég get sagt þér það að vinur okkar, Arnar og Ívar, eru að fara helviti illa út úr þessu dag. Ég verða að vikina. Mikið óbóðslega finnst með þetta flott lag. Þetta er flottasta lagi á stöðun í dag. Ég segi þetta nokkur lög en núna meina ég það. Tenniskort, Lord. Finnst þér þetta að vera betra en Einar áttaveldi? Já, þetta eitthvað rugglar ekki sambarlegt. Sko, mér finnst Royals geggja líka þeir eru það fyrst. Það er búið að spila aðeins svo mikið á öllum útastöðu landsins. Já. Þetta lag er ekki síðra. Þetta er tenniskort með, sömu stúlku. Já, ég er að komast 16 ára maður. Ég er að komast nefnilega svolítið inn í þetta, sko. Það er svona í stúdíónu einu sinni í viku. Já, en varstu ekki að fíla þetta lag? Jó, absolutely. Team Lord.
Team Lord, já, ég í því liði. Þú ert þetta í allt og mörgum liðum, ég í Team Lord. Nei, ég nú oft sagt þetta ekki mörg lið. Jú, Team Pulla, Team Siggi Hlöð, hvaða lið ertu ekki? Nei, ég í Team Pulla, það alltaf hundur minn, ég verð að vera í Team Pulla, sko. Já. Síðan þetta Team Gunni Helga, það svona, og Team Randver. Já. Þetta eru svona helstu. Team Miley. Nú þessi 3, já, Team Miley Cyrus. Team Britney, náttúrulega. Já, þú ert í öllum þessu liðum. Já, Team Lord. Team Lord, við hittumst í því liði. Það er bara barnalegt að vera heitir. Já, þú ert ekki að vera heitir, þú sést ekki einhverju tími, sko. En það er komið að slúðri hér í FM 95 Blöð og já, ég hljópa eins á mig í gær í slúðupakkanum með George Clooney. Ég var að segja að hann var byrjað að deyta, en þessi kvennabósi, hann var að segja núna í viðtali að þetta sé algjört kjafta, hann sé ekki að hitta neina stúlku. Hann Clooney? Já, en það er búið að vera orðað með Katie Holmes og einhvað króatískt módel sem heitir Monika Jaksic, þekki hann ekki, en örugglega hugguleg stúlka. Hvað er að frétta Macaulay Culkin? Hvað er að frétta af? Macaulay Culkin? Macaulay Culkin? Macaulay Culkin? Hvað mennur það? Var hann ekki komin í sprautur og vissar? Var hann ekki orðin grannur og ertu ekki með eitthvað hann? Jú, síðast þegar ég fjallaði hann, það var hann í tómum sjónu, allt á grannur. Ég er að tala um George Clooney. Já, halda áfram. Sorry. Hvað er að frétta Macaulay Culkin? Hvað er að frétta þér? Já, hann og svo átti hann vist líka að vera að hitta einhvern lögfræðing frá London sem heitir Amal Alamuddin en hann segir hér að þetta sé allt bara eitthvað rugl, þetta séu alla þrjár sögurnar séu kjaftaði og þetta sé bara eins og í baseball að they're all struck out, stendur þetta, sagði hann vist. Já, hann blæs á þessu sögur. Já, hann segir þetta sé algjört kjaftaði. Ertu með eitthvað með Snipes, Wesley Snipes? Er ég með? Eitthvað með Wesley? Var hann ekki allir, hann var í skuldum og... Er ég með eitthvað slúður um Wesley Snipes? Já. Nei, jú, hann var í einhverju Tommy Johnny fór í fangelsök að skuldaði skattinum. Já. Ekkert að frétta honum með það? Það er gaman slúður. Að Wesley Snipes, ég veit, googla hann. Verður ekki að trubba slúður þetta? Þetta er þín slúðubæki? Já, akkurat. Já, ok. Já, hérna, ég ætla að segja ykkur næsta. Hvað er þetta? Segja ykkur næsta Jake Gyllenhaal. Og þetta finnst mér mjög skemmtileg slúður. Ég veit ekki hver það er. Jake Gyllenhaal, þú veist alveg hver það er. Nei, ég veit. Bróðir Maggie Gyllenhaal lék í Prince of Persia á móti vinn okkar og Gísla og bara leikur núna hann leikur lögguna í nýjustu myndinni sem er að gera allt vitlaust, hryllingsmyndinni með dæturnar. Já. Prisoners. Nei, byrju, er það ekki svona Burt Reynolds? Nei, hann leikur lögguna í Prisoners. Þú veist hvað það er, á móti Hugh Jackman. Já, það er Jake Gyllenhaal. Ég var þreyttur í fóróna. Já, ok, allavega, ég veit að hlustar... Ertu ekki með eitthvað Tommy Lee eða MC Hammer, eitthvað svona, eitthvað? Erðu þá þeir banana, verðst ekki að trubla slúrið þeirra, maður? Það veit allir hlustendur hverju Jake, Tommy Lee, Wesley Snipes, hvað er 1990? Nei, halda áfram, ég er til í þetta. Já, nú ertu búin að ruggla með það. Já, Jake Gyllenhaal, og það veit allir sem er að hlusta hverða þeir. Það er toppleikari og frábærleikari. Stórleikari. Já, hann var að opna sig núna í viðtali. Hann var tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir Brokeback Mountain. Já. Og þess að var svona að fara yfir ferilinn sinn og segir að versta audition eða áheyrnarpröfa sem hann hafði nokkuð tíma að fara í var fyrir kvikmyndina Lord of the Rings. Hann sem sagt, Jake Gyllenhaal sóttist eftir að vera Frodo og hann segir að þegar hann mætti í áheyrnarpröfuna og byrjaði að leika, lesa Frodo hlutverkið, þá var Peter Jackson sem að leikst í þessu myndum svo eftirminnilega. Eyja hann bara. Hvað segirðu? Nei, hann hló nú ekki, en hann sagði hann, þú veist að þú átt að vera með breskan hreim eða ekki, þá var enginn búinn að segja Jake Gyllenhaal þegar hann kom inn í pröfuna að Frodo væri með breskan hreim og hann sagði að hann hafði þurft að reyna að breyta því á staðnum og þetta væri versta áheyrnarpröfa allra tíma. Og vinir hans hafði sagt við hann eftir áheyrnarpröfuna, þú segir þetta nú alltaf, þú átt eftir að landa þessu. Og hann hafði verið 100% með þetta, ég verði aldrei Frodo, engar áhyggjur. Þannig að þetta var vist einhver algjör horfbíður. Fyndi, það missi ekki eins og nátt að vera hérna. Ég held að sé nú heldur ekkit létt að fara hérna að vera að leika eitthvað svona með að vera í ykkur svona lestri fyrir framann Peter Jackson sko, maður myndi að freka stressaður. Já, sérstaklega ekki, þú veist, og við gleymdir með þess að æfa þig með breskum hreim og færi bara að frétta það að inni, maður myndi allir bara svitna bara og klúður þessu sko, eins og hann gerði greið. Og svo eru afmælisbörn dagsins, er þetta nú eitthvað fyrir þig? Já, og virðist það var mikið áhuga okkur Burnout hérna. Ok. Rob Schneider er 50 í dag. Já. Það er þetta toppmaður. Hverju með þig gruna það? Það sá náingi myndi lifa svona lengi. Ert þú búinn að hitta hann eða ekki? Jó, já, hann með okkur í strákunum. Já. Tók upp með okkur atrið með þessam. Já, er þetta
sessnáðingi. Já, ég er bara svona lítill lúði. Og bara gaman að hann, sko. Bara lífsglæður en myndirnar hans ekkert að gera alltaf góða hluti þessa dagana. Nei, Big Stan ekkert upp í hillu hjá þér. Nei, og Grown Ups 2 og eitthvað svona, sko. Hann en toppmaður, einhvað sér. Og svo á Vanilla Ice líka afmæli í dag. Já. Og er 46 ára. Þannig að... Já, þarf að fara að koma svolítið með, þú veist. Ég væri til að heyra eitthvað Jordan og... Já, þú vilt slúðu frá 1999. Já. Þú veist, maður er að tala George Clooney og hvað varst að biðja Fréttir Macaulay Culkin og Wesley Snipes. Svo getur þú mætt í Dickies og verið í Stáltá eða eitthvað, gert eitthvað svona skemmtilegt úr þessu. Þetta þema. Þetta var slúðurpakki dagsins. Hér eftir smá stund ætlum við að fara í dagskrárliðin sem heitir Engamál. Þá ringjum við bara eitthvað út í bæ og tölum við konur eins og við hefum verið að ræða við þær í gær á engamál.is og síðan búin að mana okkur upp í að ringja. Hárrétt. Þannig ekki fara langt. FM 957 og Uno við Ingólfstorg bjóða þér og þínum í föstudagshitting. Þetta er mjög einfalt. Komdu núna inn á fm957.is og skráðu fyrirtæki þitt eða vinahópinn, alltaf 10 manns og þeir eru komin í pottinn. Heiðar Austmann dregur út flottan hóp fyrir hádegi alla föstudaga og ef þú ert heppinn, þá ert á leiðinni með hópinn þinn í létta rétti og drykk á Uno. Slakað á eftir erfiða viku með vinnufélögunum, vinkonunum eða vinunum á Uno við Ingólfstorg. FM 957 og Uno gera föstudagana skemmtilegri. Taktu þátt í Coke Zero leik 10-11. Þú gætir unnið PlayStation 4 eða PlayStation Vita. Þetta er einfaldur leikur. Þú skellir þér í 10-11 og færðir Coke Zero og í hvers skipti fer nafnið þitt í pottinn. Líkurnar á vinningi aukast því við hverja ferð. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Jólapeysuaðdáendur, þið getið tekið gleði ykkar því jólapeysan heldur innreið sín á Íslandi. Vertu með á jólapeysan.is og styrktu mannréttindi barna. Barnaheill Save the Children á Íslandi. Stundum þarftu smá lán strax. Þá þarftu smá ást. Múla býður upp á skammtímalán. Múla.is. Peningar á mannamáli. Viking jólabjór er komin á Roadhouse, Keks, Bunkbar og Rosenberg. Hvar verður þú í kvöld? Öll dagskráin á Airwaves, upplýsingar flytjendur, lagalistar, þín eigin dagskrá og margt fleira í Airwaves appinu frá Símanum. Vert í sterkara sambandi. Síminn. Tuborg og Smirnoff kynna, opnunarhelgi skemmtistaðarins Park. Breski plötusnúðurinn Alex Session, Hugarástand, Bensol og DJ Margeir. Park. Nýtt heimili íslenskra dansmenningar, opnar helgina. Ef þið vantar bíl, kíktu þá á okkur. Höfðabílar Postásið 27, beint fyrir ofan Ölgerðina. Sími 577-4747, höfðabílar.is. Nýjar úlpur á frábæru verði í Jack & Jones. Þú finnur réttu úlpuna hjá okkur. Jack & Jones, Smáralind og Kringlunni. Ný sportlífverslun opnar 1. nóvember í Smáratorgi. Kíktu við og skoðaðu okkar frábæra úrval. Sportlink.is. Fæðubótarefni á betra verði. Metallica, Through the Never. Tímamóta kvikmynd sem á sér engan líka. Sýnd aðeins einu sinni, 5. 7. nóvember í Háskólabíói. Miðasala er hafin á emiði.is. Geimstöðin kynnir nýja og stórglæsilega verslun í Smáralind. Komdu og pröfaðu leikina við bestu mögulegu aðstæður í sérstöku leikjaherbergi okkar. Geimstöðin Smáralind og Geimstöðin Kringlunni. Skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi kynna. Sérstök forsýning á Hryllingshúsinu, 31. október frá 16 til 22. Einungis fyrir boðsgesti og handhafa bláakortis þennan eina dag. Stránglega bannað innan 16 ára. Trúbador í kvöld og 5 Karlsberg í fötu á 2000 kall. Hóm, Austurstræti 12. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Ert að fara á Iceland Airwaves? Náðu í appið og verð í sterkara sambandi. Alveg
jafn svona catchy og hintu. Þú ert ekki að kaupa þetta lag, ég sé það á þér. Jú, ég var að, ég dillaði mig samt alveg. Já, varst komin í smá feeling. Já, alltaf feelingur. Menn eru líka með nett vor í punktnum á svona sólaríku fimmtudegi. Já, það er sólin úti og það er að koma helgi 50 dagur og svona. Já. Allir í fínasta skapi. 2 ára afmæli eftir 9 blöð á morgun, það verður veisla. Það er hárrétt og hvað er þá betra en að hringja í blá ókunna mannesku og já, þykjast að vera að tala við henni í gærkvöld og engamál.is. Já, ég var að fara bara í dagskrárliðin engamál. Er það ekki? Já, það er hressandi liður og vonandi lendum við á einhverjum hressum. Þetta er svona basically, þetta gengur aldrei upp, sko. Nei. Við náum aldrei að plata eitthvað að láta hann halda að við höldum að hann vera að tala við hann, sko. Nei, það þarf heldur ekkert alltaf, sko. Nei, ég er alveg sammálið því. Það þarf ekkert alltaf. Þetta er meira bara svona hressandi viðbröð frá fólki eða konum. Hvernig bregðast við því þegar við Steindir hringjum og látum svona eins og við sem búin að mana okkur upp í það að hringja eftir að vera að spjalla við á engamáli í gær. Sko. Og ég er búin að henda niður þetta nokkur, maður þarf að vinna með nokkur nöpp sem er að nynni, sko. Já, akkurat, sko það heita alltaf allir eitthvað, einhverju fáránlegum nöfnum. Já, ég veist bara sveittasvínið eða eitthvað svona, sko. Já, akkurat, en hvað ertu búin að spá í hvað fórnalamb okkar í dag, hvað hún að heita? Við þurfum að velja nafn. Já, hvernig er þetta nafni Guðrún? Mér finnst nafni Guðrún bara... Það er ekki fallegt kvenmannsnafn. Hún hljómar bara eins og sinfóni í eyrunum. Ég er nefnilega með Guðrún hérna inn á já.is núna. Ok. Skrollaði niður. Ég ætla að fá að velja. Veldu nafn númer 7 í rauninni. Þá fer lista. Þá er það hérna, maður sjá. Þetta verður að vera alveg random. Ég var að byrja það ekki? Og svo tekur þú? Já, byrjað þú. Já. Ok. Herru, þá förum við hérna í engamáli. Shit, ég er spenntur, sko. Já, þetta er alltaf stemning, sko. Já, góðan daginn. Góðan dag. Jæja, ég náði að mana mig upp í þetta. Að hringja. Hver er þetta með leyfi? Eigum við að komundu bara réttin nöfnum? Hæ? Eigum við að opna okkur bara með nöfnin? Ég veit ekki hver þú ert. Nei, þetta er, ég heiti í alvörinni Bjarni. Nú? En hvað er þitt alvörina? Guðrún? Guðrún, já. Þetta er nú léttar en ég held, sko. Við vorum eitthvað að stressa okkur á þessu í gær, hvort við ættum að heyrast, en svo er þetta bara eðlilegt, finnst mér. Þú hlýtur að vera að hringi í vitlaust númer. Var ég ekki að tala við þig í gær? Nei. Það passar enga veginn. Er þetta ekki Kísuklóra 83? Nei. Varstu ekki inn á engamál og ert ekki? Nei, það var ég ekki. Ég fengi vitlaust númer, þetta er Doggy Style. Hæ? Þú ert að tala við Doggy Style? Ég skilði ekki einu sinni. Er ég hitti í lá eða er ég að tala bara við vitleysa manneski? Hef ég ekki verið að tala við þig inn á engamál í spjallinu þar? Nei. Það er alveg af og frá. Þannig að þú heitir Guðrún en þú kallaði aldrei Kísuklóra 83? Jesús minn, almáttuður, nei. Hanskotinn. Herðu, hvað býtur þetta ekki áttan? Hef ég tekið niður vitlaust númer eða? Já, þú hefur gert það. Ok, þannig að þú ættir ekki vona símtali frá Doggy Style? Nei. Nei, en hvernig sækja þér samt? Hæ? Sko þið sjálfum það. Og nota ekki vona á símtali frá Doggy Style? Ég átti erfitt með, sko, þú varst hérna lægandi. Ég var ánægð með þetta maður. Doggy Style. Það voru þetta fín nöfn. Þetta er svo, ég er bara að spá í típan sem, myndi heita Doggy Style inn á engamál, er bara svo rugglu típa, sko. Já, en ég ætlaði að reyna að halda áfram að tala við hana, sko, að bara fá hana til þess að, ég ætlaði að fara bara út í áhugamálinu. Þú ert ekki Kísulóra 83, Nei. Fáum eitt lag, svo hendur við Steinda í engamáli. Hefur ekki undirbúið það eins? Jó, ég er bara mjög spennt. Fáum strákana frá Mosfellssveit. Kaleo. Þetta eru toppnákar. Meðan að Steindi manna sig upp í engamál og þú fær saman nafn. Já, Guðrún. Já. Ég myndi fara að henda niður nokkrum nöfnum á blað, hvað þú vilt kalla sjálfa þig? Þetta eru Mosó og Durgar eins og ég sjálfur. Það er svolítið skemmtilegt. Eru þeir það heitast í Mosó núna? Já, allir það ekki. Ertu orðin pínu svona yesterday's news? Já, nú er ég orðin gleymdi June og Kaleo eru orðin kongatir í Mosó. Gleymdi June? Nei, þetta eru topp strákar, sko. Ég held að það ekki verið haldin, sko, hátíð í Mosfellsbæ sem að þú eru ekki verið kynnir á bara síðustu 7 ár. Já, og ég er svona... Það er eitthvað að gerast í Mosfellsbæ, þá ert þú kynnir. Já, ég líti á mig sem svona son Mosfellsbæjar. Hvernig ef það er söngakeppni eða fegurðarsamkeppni, ertu á bæði kynnir og dómnefnd? Já, ég reyni að mæta... Tekur alltaf þér? Nei, það er samt oft ringt og ég reyni að mæta alltaf bara þegar ég get, þá reyni ég að mæta. Allt fyrir bæinn? Allt fyrir heimabæinn og
Já, það bara þannig. En þeir eru hressir og skemmtlir. Já, þetta flott lag og ég held að sé plata á leiðinni fram. En við vorum hérna áður við fórum í þetta lag, vorum við í Engamál. Já, akkurat. Engamál.is. Það er komið að mér. Já, ég var búið með mitt símtal og... Ég vil til í þetta maður. Það er komið að Steinda, nú hringir hann og lætur eins og að, hann hafi verið að tala með einhverju Engamál í gær. Og við erum að tala það að þetta er einhver Guðrún. Já, ég með Guðrún og það er ennþá nafni Guðrún. Ok. Og ég komi með flott númer hérna, annars segðu bara þegar þú ert tilbúinn. Já, ég er klár. Þú ert klár. Hringdu minn. Ok. Halló. Já, halló. Halló. Hæ. Hæ. Já, mikið... Hvað er þetta? Mikið hljómar nú skemmtilega, Ég verð nú að viðkynna að röddin er svolítið öðri sem ég átti vona á, en... Já, ég heiti Guðrún Lilja. Já, ok, við viljum bara fara beint í það. Ég heiti Finnur. Og... Já, sætt. Hæ, ég verð nú að viðkynna, ég lá nú upp í rúmi í gær og var bara átti erfitt með að sofna, sko. Ég held að þetta yrði miklu erfiðara. Nú? Þetta er nú bara... Fyrir vel á stað finnst mér og minnst bara vera gott í hljóðið, ertu á ferðinni bara? Ég? Já. Nei, ég er bara í vinnu. Já. Glæsilegt. Já, og bara, eins og ég segi, takk fyrir spjallið í gær, þetta var orðið vel æstur á tímabili, en... Býttu, nú veistu hvað, ég skil ekkert hvað þú ert að fara. Býttu, vorum við ekki að spjalla saman í gær? Nei, ég man ekki eftir því. Býttu, er þetta ekki Steve bónuð 87? Nei. Hæ? Þetta er Forhúð 18? Býttu, vorum við ekki að tala saman í gær á... Nei, ég kannast ekki við það. Ertu ekki inn á Engamál? Býttu, ég er búin að vera svolítið mikið inn á síðunni, býttu, ertu loðin í leggi 34? Ég kannast ekki við þetta sem ást að segja. Já, ok. Ég er ekkert inn á neinni síðu eða í neinu. Herðu, guð minn almáttugur, ertu ekki inn á Engamálið? Nei, ég með þess. Jésús, þú ert ekki til í Tuski 87? Nei. En Björfum 28? Nei, ég er ekkert inn á þessu. Ertu ekki að grínast? Herðu, mikið þykir mér þetta rosalega leiðilegt. Allt í lagi. Hæ? Allt í lagi. En ég var ekki að tala við undir öðru nafni í gær, Pungsing 29? Nei, ég kannast ekki til að tala við engan í gær. Býtu, þú hefur ekki áhuga að ferðast og djamma og baka og voru ekki að tala saman um að taka þarna trilltan tango og allt þetta? Nei. Jésús, býtu... Ég er það bara, ok. Ertu Kripp 86? Nei. Leðurfjess? Heyrðu, ég beði heilsa. Heyrðu, ég bara afsaki þetta. Að tala við margar. Þetta var mjög gott. Þetta er samt sko gaurinn sem var að tala þetta við hana. Hvað var hann búin að vera að tala við marga inn á Engamál.is? Hvað var hann bara með 50 net út í einu? Ég sá bara fyrir mig þetta var eitthvað svona gaur sem væri búin að hann er með mörg símanúmer. Hvað er þetta ekki loðni leggir? Kripp 86? Byrji er þetta reynda frekar dónalega? Hver heitir Kripp 86? Já, hvað hérna sagður? Já, var ég ekki að tala við til nafninu Pungs? En já, þetta er barnalegt en við höfum gaman að þessu. Ég finnst gaman að vera svona, já, mér finnst þetta langskjændast, það fá að vera svona silly. Þetta er bara Forhúð 19 sem er að hringja hérna. Þetta er bara, mér finnst aðeinslegt. Engamál.is, dagskrálinn okkar, er að verða einn af mínum uppáhalds. Herru, akkur lætur ekki, tjekkar ekki á því hvort að síðan geti sponsað þáttinn, að þú er í boði Engamál.is. Já, bara sem sagt sponsið þennan dagskrálinn minnur. Já, það má alveg skoða það. Jú. En það getur verið skemmtilegt. Þetta var Engamálið. Hér á eftir förum við nýjan dagskrálið sem heitir Vídeólegan. Við höfum eftir að fara í sturlaða staðreyndir, augljósar staðreyndir, íslenskt slúður og ég veit ekki hvað og hvað. En við skuldum auglýsingar fyrst. Viking jólabjórs er komin á Bankbar, Nora Magasín, Tapashúsið og Keks. Hvar verður þú í kvöld? Fögnum vetri en klæðum af okkur kuldan. Skór, úlpur, húfur og vettlingar á frábæru verði. Intersport. Alvöru sport. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Gull kynnir. Off-venue at Airwaves og English Pub Reykjavík. Í dag klukkan 1. Sindri Eldon and the Ways og hljómsveitin Japanese Super Shift and the Future Band klukkan 5:30. Ekki missa af Off-venue at Airwaves og English Pub Reykjavík. Í boði Gull. Flugbeittar vígtennur. Hókuspókus.is
Austurkynnir í samstarfi við Carlsberg Léttöl. Til Bahamas. Skemmtilegustu fimmtudagskvöldin okkar eru með veðurguðunum Ingo og Einari. Ískaldur Carlsberg á tilboði og stemming sem við upplifir hvergi annars staðar. Sjáumst í kvöld á Austur. Samsung og Apple svitna með tilkomu LG G2 samkvæmt digitaltrends.com. G2 komin í verslanir. Skífan hefur opnað nýja og stórglæsilega verslun í Smáralind. Komdu í heimsókn. Skífan Smáralind og Skífan Grillunni. Stærsta vörumerkið í Evrópu. SciTech Nutrition fæðubótarefnin. Sportlíf.is. Trúbador í kvöld og 5 Carlsberg í fötu á 2000 kall. Hóm, Austurstræti 12. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Junior með ykkur til 6 í dag. Allt framundan, allt að gerast og það er ekki eftir neinu að bíða, það er bara komið að sturglunum staðrendum. Absolutely, Auðun Blöndal, absolutely. Og þú ert með þær fyrir fram að þig. Það eru hérna beintir svona með, alveg tilbúin. Veist hvað ég hlakka mest til í dag? Já. Það er annarkort nýja dagskráraliðurinn okkar, vídeolegan, sem við förum í bara hérna rétt á eftir. Eða... Mér finnst alltaf gaman að fyrir nýjan dagskrálið. Já, eða... Svo er ég svolítið spenntur fyrir íslenska slúðrinu. Já. Það getur verið svolítið krassandi þar, en ég byrði að fara varlega í íslenska slúðri samt. Ég fengi ábendingar, bara svo vitað. Já, þú meinar. En eins og ég segi, mér finnst vera óþarf að skjóta sendibóðan, sko. Ég er svona, þetta er bara sem þú heyrir. Þetta er bara sem ég heyri, sko. Akkurat. Og það er þetta sendt mikið í tölvupóstum. Já. En þú ert að fara í Sturlar. Já, við erum að fara í Sturlarstaðinu núna, það er hárrétt hér. Og hversu Sturlar eru þær? Þær eru bara nokkuð Sturlar í dag, með við verðum alveg hreinskilin. Ég skil samt ekki eitt, sko. Ég baði þig fyrir nokkru vikum að byrja að lauma inn einni fake staðarins, svo ég geti fara að giska. Æja, sorry. Ég er svo gaman að fara í svona leiki. Skal gera það á föstudögum þegar við höldum áfram. Nei, en ég fæ að velja mína uppáhalds. Já, fara að velja uppáhalds, það er alltaf gaman fyrir þig. Já. Ertu tilbúinn? Ég líður stundum eins og ég sé 5 ára þetta. Já. Fæ ég að velja hérna uppáhalds. Það er að glera þetta. Ég meina, ekki eru sko símtölun okkar eitthvað þroskaðari, sko. En það er komið að Sturlunarstaðarindum og Steindi til, hlustendur tilbúnir og það er ekki eftir neina bíða. Hlustendur eru alltaf klárir. Bestu hlustendur í heimi. Já. Neikvæðar hugsanir veikja ónæmiskerfið þitt. Þannig að þú ert að hugsa neikvætt, þá ertu meiri líkur að vera veikur. Já, það maður bara kvef og vesen. Þannig að okkur að vera að hugsa eitthvað neikvætt og leðalegt. Okkur ekki bara að vera jákvæður og skemmtilegur. Sammála. Mér finnst eins og bara, ég er löngu búinn að gleyma þessu KSI-rugli. Ég sé að fólk er ennþá að pirra sig á því inn á Facebook. Ég meina þeir eru bara mannlegir að næja KSI. Mér var stannarblað samt svolítið skemmtilegt, sko. Og síðan mætir hann þarna í kastljósið og er svona jarðaður svolítið grimm. Bara húðskammaður hann. Húðskammaður og þá var, þú veist, allt annað hljóð í Facebook-nótundum. Þá var þetta svona, það er ekki óþarf að taka strippdæmið upp aftur og allt þetta, þú veist. Þú veist hvað, ég er svona... Ég sammála því. En þannig að við erum bara mjög jákvæður hugsanir. Þú ert nú ekki oft neikvæður, Steindi. Nei. En ertu þá ekki sjaldan veikur? Jú, ég er alveg bara aldrei veikur. Er ekki svolítið til í þessu það? Jú, neila, ég bara man ekki hvernig ég var veikur senast. Þannig að engar neikvæðar hugsanir, kæru hlustendur. Svo er það næsta, þú ert líklegur til að þola ekki manneskju sem er alveg eins og þú í hegðun. Já. Þannig að ef það er einhver að núti, til dæmis, Steindi, sem er alltaf ógeðslega seinn. Já. Með svitabletti undir höndunum. Ég er ekki með svitabletti. Er ég komið blettin undir? Ég sagði þetta bara að þú situr svona. Þú ert ekkert alltaf með svitabletti, þetta var ljótt að mér að segja. Já, þú ert með smá ballabraga þarna. Þá er ágætis líkur að þið geta orðið illa við það. Heyrðu, það er að taka þetta tilbaka. Ég vil ekki að hlustendur haldi sér alltaf sveittur hérna í stúdíónu. Þú ert alltaf seinn. Já, ég er ekki alltaf sveittur. Ég lykta mjög vel. Ég er þekktur fyrir að lykta mjög vel. Ég er þekktur fyrir það að lykta vel. Þú sér að fara eitthvað í þig. Nei, já, ef ég hitti fólk, fólk segir við mig, nei, gaman að sjá þig og mikið ertu eitthvað... Sveittur eitthvað? Nei, ég er eitthvað geðugur að segja bara mikið ertu hress og skemmtilegu strákur og mikið lyktaru vel. Hefur ekki sagt mikið óbútt eftir seinna og sveittur eitthvað? Nei, ég nenni þess ekki. Herru, nú fyrir við bara áfram. Þú varst það með ballabraga? Nei, já, öðrum einn. Ég var í engamálsíntalinn á þar. Þegar maður að ringja svona í beinni útsendingu, þá tekur það bara á. Hvað er þetta að gera? Haltu áfram með þetta. Þetta er að setjast. Já, þetta, ég er rosalega... Þú ert bullandi vörn. Já, ég er bara tens þegar það kemur að líka. En þú veist sko að menn sem farið svona bullandi vörn, þá er oftast eitthvað til í þessu. Nei, á ég að segja þessi kúkalegt að þér. Það er prumpulíkt af ötta hérna. Ég held að það sé búin að prumpa á sig. Þetta er ekkert smá gott maður. Ég hef bara aldrei séð manni að viðkoma fyrir smá svitablett maður.
Hversu barnalegt á þetta útvarp að vera? Hefur ekki halda áfram? Já, þetta næsta. Það einhver höfrungur núna. Höfrungur. Einhver klár höfrungur? Nei, Kleópatra. Já. Hún giftist... Majónusdrottningin? Já, hún giftist 5 bræðrum sínum. Majónusdrottningin? Það ekki svolítið ógeðslegt. Kleópatra, hérna í gamla daga. Já, hún giftist 5 bræðrum sínum. Já, það alveg sikarlegt. Já, það viðbjóður. Það viðbjóður. Já. Ef þú þyrstir að giftast, Ekki bara fara á það, Hvor systurinn myndir að velja? Þú þyrstir að velja? Reyndu bara að halda utan svitakirtlana þína, verður ekki að trufla mig hérna. Hér næsta, Michael Jordan þénar meira frá Nike á ári heldur en allir starfsmenn Nike til samans í Malasíu þar sem höfuðstöðar Nike eru. Og alla versmiðurnar eru. En betur, hvernig stendur á því? Hvað hérna... Jordan ennþá langvinnsalasta Nike-merki í dag. Þrátt fyrir það að Jordan sé löngu hættur að spila. Já. Þannig að ég spáði, hann þénar meira heldur en bara allir til samans í Malasíu og þar eru alla versmiðurnar, öll fyrir það, bara höfuðstöðar Nike eru í Malasíu, þannig að þetta er alveg magnamar. En þá Michael Jordan nóa pening. Já, ég sá skemmtilega mynd á hann daginn á netinu. Þá var hann að spila póker. Já. Og þá var hann með bunka af $100 seðlum. Ok, nót til. Bara svona, bara að leika sér. Þetta var bara svona friendly heimahúsi, ekkert eitthvað svona ákvöruð, þú veist, hann var bara með vinu sínum. Bara spila póker með vinu sínum að vinna allir af því að hann bara dæli peningið. Já, bara dæli peningið. Það er þægilegt með það. Svo er það næsta stjórnlega staðreitt, 6% heimsins þjáist af kynlífsfíkn. Hvorki meira niður minna. 6%? Svolítið há prósenta. Já, samt ekki einhvern veginn. Nei, þú veist, þekkir eitthvað í kringu þig? Sem eru kynlífsvíklar? Já, veistu, ég er ekki að beða um að nafngreina neitt, en svona eru þú orðið varð við vandamáli? Já, ég verð að viðurkenna það. Ég held að það sé þó nokkuð margir í kring mig. Nú, það er bara þannig? Já. Hvað, bara öll familjan, eða? Nei, að familjan? Nei, þú talaði bara þannig, bara já. Það steindi síni og sé bara... Nei, en þú sagði þess að þetta væri bara þýlitt, þetta er ekki mikið í kringum mig. Jú, ég þekki kannski 2. Já, jú, ég þekki svona 2-3. Já. En það á 6%. Svo er það næsta, neglurnar á höndunum að þér vaksa 4 sinnum hraðar heldur en táneglurnar að þér. Já. Og maður er alveg varðið það, maður þarf að klippa oftar á pötunum. Já, hvernig ert þú svona, sinnuru táneglum vel? Ég er náttúrulega bara með ógeðslega tær. Já, þú ert reynda með alveg hrikalega tær. En hvernig er þú... Ég er svona hobbita, tærnar með svona eins og að vera keyrt yfir þér. Já, tánúmer 3 er stærri en tánúmer 1. Já, það er mjög skrítið. Hvernig, en ert að klippa neglurnar reglulega? Já, hvað er þetta eitthvað rugglaður? Þetta klippi á með táneglurnar. Þó ég sem er ljóta tær, þá er ég ekki ógeðsluður, sko. Nei. En þú ert ekki að klippa þér, eða? Nei, ég ætla að játa eitt. Ertu bara kósveittu með allt og stóra tánegl? Jú, vissins, fíblalegt er þetta maður. Nei, ég lendi satt í því. Ertu ekki að klippa þér táneglur? Jú, þetta er ég að gera það maður. Ég lendi bara í því daginn að ég var bara á mikið að gera og ég kom með helvita langa táneglur. Og þá, konunum minni fannst það bara viðbjóðslegt. Sko. Já, það er líka viðbjóðslegt. Já, og ég veit ekki hvað ég að segja frá þessu. Ég alveg tala. Ég var þú veist að hvert er þessi saga það? Já, mér líður eins og ég sé bara einhverju tell-all viðtali hérna. Herru, nei, þá fer hún og ég vaknaði við að hún var hún að klippa með neglurnar. Kom það? Já, nótt, sko. Nei. Og hún bara fekk nóg og bara byrjaði að klifti á með neglurnar bara. Hversu langar voru á þarna maður? Það voru orðna svona, gátu rispaði langar. Nei, maður. Ég er samt að íkja svolítið. Okay, ég er snirtilegur, ég sverða. En þú ert ekki íkja þetta samt. Hún var að klippa táneglur nótt að hún var búin að gefast upp á þessu. Ekki í nótt, en daginn, hún gerði það. Það er eitthvað að því. Tungan í gíraffa er hálfur metri og getur hann hreinsað eyrun með henni. Það var eitthvað gaman að sjá, sko. Já, þetta er engin smá tunga maður. Hálfur metri. Þetta finnst þið, þegar þú ert í dýragörðum. Já. Út í útlandum, og þá sérð alltaf Ég er mjög, til dæmis í dýragörmi, ég er mjög áhugasamur gíraffa, mér finnst það flott dýr. Já, ég elski þessi animals, sko. Ég hleyp á milli bása og spenntur, sko. En máli er að ég sér alltaf einhvern svona túrista með vídeóvel. Að taka upp. Að reyna að ná einhver svona til að setja inn á YouTube. Þú veist, er einhver að fara, já, það er kannski pælingin. Ég var að spá í, hver væri að fara heim til sín og horfa kannski á aftur á þetta. 40 mínútna efni af einhverju svona, af dýrum bara. Þetta er svona svo...
En þeir eru sko svolítið steikti líka gírafarnir eins og þeir eru flottir. Ég var einhvern veginn með sturlaða staðreyndum að þeir míga hvern annan í forleik og eitthvað svona sko. Er það? Já. Þeir eru viltir. Hvað er uppáhaldsdýrið þetta af öllum dýrum? Þú voru að segja. Bara hvað kom fyrst í hugan yfir hraðspenningum? Gíraffi? Krókódíll. Krókódíll. Það er einhver svo grimmur og flottur. Já, ánæglega. Gullfiskar eru með 30 sekúndna minni. Maður oft talað gullfiskaminni en nú er það bara staðfest. Sturlu staðrind, það eru, þeir munna 3 sekúndur. Já. Þannig að þess vegna getur alltaf verið bara í svona litlum skálum bara, hvar er ég? Hvar er ég? Þú veist, þeim leiðist aldrei. Bara syndir hingi og líður bara vel með það. Eru flugur með minni? Það er eitthvað lítið held ég. Þú þarft að kanna þetta fyrir mig. Já, ég held að flugur sé ekkert með algebrun á hreinu, sko. Nei, ég var að spáði bara hvort að, þú veist, flugur væru að bögga lið viljandi stundum eða ekki. Þú veist, ef það er húsfluga svona í þér alveg. Hvort það sé svona leika stríða eða hvort þú sé bara svona vitlaus. Já. Já, þetta er a good question, Aguero. Það eru 2 eftir. Já. Og hér kemur önnur þeirra. Höfrungar sofa með annað augað opið. Þú ert alltaf með eitthvað með höfrunga? Já. Þú elskar höfrunga? Nei, ég elskar Ferðu á höfrungasjó þú ferð að skoða gíraffanæðina? Ég hef synt með höfrungum. Já, en ferð að sjá sjóið? Já. En skemmtilegast það sem ég hef gert var samt að synda með þeim þegar það kemur á höfrungum. En ég er svolítið töff, þeir sofa með annað auga opið. Já, mér finnst það minna mig bara svolítið á Lyon eða eitthvað. Það er bara, þú veist. Já, svona, þeir treysta engum. Já, mér finnst það að vera svolítið töff, sko. Bara ég myndi sofa svona. Já. Bara svona, ertu sofandi eða? Þegar ég fer að sofa, þá er ég með annað auga opið og ég sest hérna og stóla það. Þetta er eitthvað svo hart fyrst mér. Já, ég er alveg sammála því. En hérna, já, ég væri til í að synda með höfrung. Þú veist það, ég væri til í að synda bara með einhverju dýri, sko. Já. Aldrei gert það. Svo er það hér, David Letterman sló í gegn sem veðurfréttamaður fyrst í Indianapolis. Þannig að hann var hrikalega hress veðurfréttamaður. Áður en hann var frægur spjallþáttastjórnandi. Já, ég held mikið upp á hann. Já, maður að gefa Letterman það, hann er snillingur. Og legend. Þetta voru sturlaða staðarendur, ég mest að sleppt einni því að hún var svona pínum dónaleg. Já, það er ekki bara hendin í hlustendurinn og ekki viðkvæmir. Nei, hún er kannski ekki dónaleg þannig séð, en þetta er svona, þú veist, ég ætlaðist, láta hann að fylgja með það. Já. Það voru randaflugur í fyrsta víbradórnum. Já. Það var svona hólkur sem var fullur af randaflugum. Ok. Það svínvirkar? Nei, ég veit það ekki, það er hægt að nota. Já. En þessi var dónaleg. Já, þú baðst um hana. Það var Steindi Sveiti, vildi þess að. Hver fannst þér best í dag? Ekki fara að koma þessu. Nei, ég skal lofa þér, ég bara stríða þér hérna því að ég sá á þann að þú fórst í svo mikla vörð, þið varst þetta svo óþægilegt, það gerði þetta svo skemmtilega. Það verður með 1 blett undir vinstri hönd. Ég byrst afsökun á að minnst á hann. Bara eins og allt sé að rinni þetta hjá manni. Hérna, já, mér fannst skemmtilegasta staðrindin. Mér fannst að vera eiginlega hérna, gíraffarnir og gullna sturtan. Sem var gömul. Gömul staðrind, en mér fannst höfrungarnir svolítið skemmtilegir. Já, svo með annað augað opið. Já. Hér eftir smástund splungu nýr dagskrárliður sem heitir, Vídeóleigan. Heyrðu, það er komið að því, hvað er klukkan? Það er bara hérna strax. Hún er að vera 5. Já, þetta er fljótt að líða. Talandi nýjan dagskrárlið, hér er splungu nýtt lag sem er líka hrikalega flott. Karlsberg í fötu á 2000 kall. Hóm, Austurstræti 12. Taktu vel á móti neyðarkalli björgunarsveitana. Slísavarnafélagi Landsbjörg. Skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi kynna Hryllingshúsið 1. til 3. nóvember. Bókaðu tíma í síma 854 65 55. 1000 krónur inn. Ert þú með stáltaugar? Þú ferð inn á eigin ábyrgð og engar endurgreiðslur í boði. Stránglega bannað innan 16 ára. Gull kynnir. Off-venue at Airwaves og English Pub Reykjavík. Í dag klukkan 1, Sindri Eldon and the Ways og hljómsveitin Japanese Super Shift and the Future Band klukkan 5:30. Ekki missa af Off-venue at Airwaves og English Pub Reykjavík. Í boði Gull. LGG2 fékk fullt hús stiga hjá mobilsíðin.dk. G2 er komin í verslanir. Austur kynnir í samstarfi við Karlsberg Léttur. Til Bahamas. Skemmtilegustu 50-kvöldin okkar eru með veðurguðunum Ingo og Einari. Ískaldur Karlsberg á tilboði og stemming sem við upplifir hvergi annars staðar. Sjáumst í kvöld á Austur. Heill hellingur af B-vítaminum og söltum. Þetta þarf ekki að vera flókið. Taktu það sem skiptir máli eftir djam. Be OK. Ávallt síðasti sopinn. Með Airwaves appinu getur þú búið til þína eigin dagskrá, fengið tilkynningu áður en tónleikarnir byrja og meira segja séð hvað röðin er löng. Vertu í sterkara sambandi með símanum.
Skífan hefur opnað nýja og stórglæsilega verslun í Smáralind. Komdu í heimsókn. Skífan Smáralind og Skífan Kríunni. Viking jólabjórs komin á prikkið, Harlem, Bravo og Stofuna. Hvar verður þú í kvöld? FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Verð í sterkara sambandi og fáðu meira út úr Iceland Airwaves með appinu. Síminn. Það rétt ef þeir að fara á Iceland Airwaves, þá hveti ég ykkur til þess að verða ykkur út appið frá símanum. Þar sjáu þið hverjir eru að spila, hvar, klukkan, hvað, hvort það séu margir mættir og ég veit ekki hvað og hvað. Já, ert þú með band á Airwaves? Já, ég á band á Airwaves. Já, ég klikkaði nefnilega svolítið í ár. Já, þetta en sko málið ég á eiginlega ekkert eftir að komast. Ég að fara að skemmta bæði á morgun og svo. Það náttúrulega afmælið okkur á morgun. Já. Og svo ég að fara á Akureyri að skemmta líka á laugardaginn. Þannig að það verður alveg stíf dagskrá. Það verður lítið á Airwaves, sko. Já, ég hef samt, mér finnst, sko, ég ætla að reyna að fara svolítið á off-venue-giginn, sko. Já, þetta er cool hátíð. Já, þetta alltaf skemmtilegt. Sko. Það svona líf í bænum og eins og til dæmis bara ég var einmitt að vinna seint í gærkvöldi og með skrifstofunir í bæ og það var bara allt í ruglið þar maður. Það bara svona, það var eins og það væri bara föstudagur. Miðvikudagstjám bara. Já, það svona líf í bænum, sko. Já, en það komið tími á nýjan dagskrárlið hjá okkur hér í FM 95 Blö og þessi dagskrárliður heitir Vídeólegan. Já. Og ég spenntur fyrir honum, við ætlum báðir, þú ætlar að byrja þig og ég gerir svo bara eftir. Jó, þetta snýst bara það að vera að hringja í ókunnugt fólk og klína skuld á þau. Það alltaf svolítið ljótt líka, sko. Og ég hef verið tilbúin að bípa með nöfn, þannig að við gefum ekki allt og mikið upp að því að við þurfum að vera svolítið, svona narró með hvað við búa og svona. Já. Það fari ekki loftið. Ég treystir hlustendur mjög vel. Ég efast að hlustendur myndu svo fara heim til vólksins. Ég er líka með takkan hérna tilbúna. Þannig að... Ég er fyrstur. Þú vilt byrja það ekki? Ok. Og... Herru, byrju, hvað að hringja? Vídeóheimar, akkurat. Og ert svona rökkun gamlar spólur, ertu tilbúin? Ég er tilbúin, já. Ok, þá fyrir við þetta hérna. Já. Já, Pétur, hann við? Hann var að skreppa út. Hann var að skreppa út og hver það með leyfi? Þetta Konnas. Já, ok. Herðu, Bragi heiti ég að hringja frá Vídeóheimum. Já. Ég ætlaði nú bara svona aðeins aðtuga hvernig ætlaði að skila spólunum. Hann ekki með neina spólur. Nú, hvað þið búin að týna þeim? Nei, hann hefur aldrei verið að taka neina spólur. Hvaða spólur þetta vera? Herðu, þetta er Dude, Where's My Car og The Net hérna með Söndru Bullock. Nei. Þeir eru að leigja þetta hérna 2003, þetta er 10 ára gömul skuld og hún er komin upp í hérna nokkur 100.000 krónur. Heyrðu fyrir gefðu, þetta er eitthvað bölvið della hjá þér. Nú, já, það stendur hérna Pétur, er þetta ekki á 42? Jú, hann hefur aldrei tekið neina Söndru Bullock, nein. Það, The Net með Söndru Bullock og Melur, hvað er skrjóðurinn minn? Nei. Nú, þetta er nokkuð tíma. Já, það tíðkast nú reyndar ekki hjá okkur hérna á Vídeóheimum að segja bara nei, hér, þetta geti farið bara í eintrum og þeir hlusta ekki á nei þar. Heyrðu, ég er bara ekkert að skilja þetta fyrir gefðu, sko. Hvað svona spól er þetta? Vídeóspóla? Já, þetta er DFD-diskur. Já, við erum ekki með DFD-tækjænsni. Nú. Róslega finnst mér þá okkar skrítið að voru að leigja þessar. Ég hef bara hann hefur ekkert leikt þetta er ykkur bara della. En svo er náttúrulega alltaf þetta að koma til móts við okkur og semjum skuldina, þið gætu... Já, nei, við semjum ekki neitt því að við skuldum ykkur ekki nokkuð skap því við hefum aldrei fengið neitt hjá ykkur í Vídeóheimum. Herðu, ég er að skoða... Inn í dæminu, sko. Bíddu nú við. 2003 eru þið hérna með Dude, Where's My Car og The Net með Söndru Bullock. Svo er ég að skoða hérna að þið eru hérna með nokkru mánuðum setna, þá eru þið búin að leigja því Jack hérna með Robin Williams og byttu nú við, og Money Train, byttu, eru þið með hellingaspólum? Þessi stella, sko, við skuldum ykkur akkurat ekki neitt því við hefum ekki tekið einu spólur hjá ykkur. Herðu, svo eru þið eru með... Við erum gamalmenni hérna. Þið eru með í pest hérna líka, sé ég. Þú veist ekki á þess að villu svo. En hvernig, en ef þið myndu bara koma... Herðu, wow! Þetta bara svínvirkaði strax í fyrsta. Þetta er dagskráraliðurinn Vídeólegan og, já, herðu, þetta voru eitthvað smá myndir sem það voru með að höfða maður. Þú var ég ánægði með myndavalið. Þetta eru svona klassiska myndir sem menn eru að fá skuldir út af. Hann er enginn að skila því Net og Dude, Where's My Car. Verður ekki láta hann að vita, vinkonuna? Jú, en verður ekki að ringi hann aftur og segja hérna
verðum við ekki að hringja hann aftur og segja við hann að hún gæti nú komið og græja þetta hjá okkur og... Eigum það inn í næsta dagsleðar að þú tekur þetta. Ég skal taka vídeolegu eftir, en til dæmis bara í næstu viku, þá getur þú ekki hringt aftur og sagt bara, herðu, við gáðum þessi ensun daginn, en svo var ég að sjá því að þú ert líka með þessa mynd og þessa mynd. Eigum við að halda áfram með hana? Já, hún getur verið svona nett vinkun okkar. En við skulum fá lag, svo fer ég hér á eftir í, vídeoleguna. Við erum hérna í 54 mínútur í viðbót. Absolutely. Við erum ekkert farnir heim. Við vorum að koma hér úr nýjum dagskrálið sem heitir Vídeolegan, Steindi búinn og það er komið að mér núna. Það er komið að þér núna. Já, nú ég hringja sem sagt á vídeolegu, hringja og þykjast vera frá vídeolegu sem að gefast upp og að rukka inn gamla skuld. Klína skuld. Já, á okkar ljúfmenni hann úti. Já, þú fékkst konu, ég að spája að reyna að hringja hérna ég reyndi að hringja í Karlmann, þetta var bara konur. Sjá. Maður veit aldrei hvað svarar, kallinn. Nei, ég var ánægð með myndina þína raðanan. Ég þarf að vera með einhverja hressandi myndir líka. Já, þetta er ekki það, við erum að vinna svolítið með náttúrulega gamla myndir. Jó, þetta eru gamla skuldir á vídeolegu. Jú, ég ætla ekki að vera skafa neitt að því. Ég ætla bara að segja honum að vídeolegan sé farin á hausinn. Já. Og ég sé bara að reyna að sækja inn gamla skuldir hérna. Ég er komin hérna með númer og við skulum bara fara hérna í vídeoleguna. Já, þetta er Pétur. Já, Pétur, kom þú sæll og blessaður, Ármann heiti ég og hringi hérna frá vídeoheimum. Já. Herðu, nú komið svo að við erum að gera bara upp. Þetta er náttúrulega farið á hausinn hérna hjá okkur. Býtu nú upp, hann tíu inn í það. Þú átt inni hérna gamla skuld. Það getur bara ekki verið. Fyrir tvær bíómyndir. Hvar eru vídeo heima? Við vorum bæði hérna í bænum og svo vorum við hérna rétti aðri í Hamrónum. Ertu ekki í Hamrónum? Passa það ekki? Jú, ég er þar. Ég man ekkert eftir þessu. Nei, menn þetta er... Skaplega lítill vídeo maður, sko. Já, en þetta er reyndar ekki nema tvær myndir sem á skuldar. Þú skuldar Scream með Neve Campbell. Gamla hrollvekjan hérna. Ég hef aldrei hort á hrollvekju. Ég skil þetta dæmi ekki. Nei, þetta er svona grínhrollvekja Scream. Ég þarf nú að vantilega ekki útskýra fyrir myndin. Er ekki einhver sem kvittar undir þetta? Jú, við erum með einhverja nótur hérna. Getur þú e-mailaði á mig? Þetta bara getur ekki bara komið þetta niður eftir að gert upp skuldinnar. Við erum alveg tilbúin að gefa einhvern afslátt á sig. Ég skuldi ekki neitt, sko. Hvað segirðu? Ég skuldi ekki neitt. Fyrsta ég kannski áfast til þess að taka eina spólu eitthvað árið en ég hef aldrei tekið neitt svona. Já, ég meina þú botna bara ekkert í þessu. Þú skuldar Scream og White Man Can't Jump. Og hvað? White Man Can't Jump. Ég veit ekki hvað það er. Það er körfubolta bíómynd sem þú tekið hérna. Guð minn góður, ég horf ekki á svoleið. Hvað? Þú er hort á hann í kringum 2000. Nei, ég horf ekki á neitt svona. Já, ég veit ekki. Sendu mig bara ljósið af þessu. Ég meina ef þetta er undirskrift einhver sem að... Pétur minn, ég veit ekki hver horða myndnar en þetta er leikt á þínu nafn allavega. Ertu með konu eða börn eða eitthvað? Ég er með konu og hund, já. Já, ekki var hundurinn að leiða þetta, náttúrulega konaðin hafði ekki tekið þá Scream? Nei, þú hjálptu þér. Er þau árið 2000? Já, White Man Can't Jump er síðan 2000, þú tekur Scream 2001, við hefum gefið séns á skuldinni. Og svo sé ég út með eina barnamyndina sem er nú skrítið það því að þú átt ekki börn, en tókstu Air Bud 2004? Nei. Hundamynd? Nei. Aldrei tekið hana? Nei. Ég þarf að fá eitthvað í hendurna frá ykkur sem að þannig ég geti rakið þetta ef það er einhver að taka þetta út á mig. Það er svona ólíklegt að sé einhver að taka þetta á þínu nafni. Já, það getur ég ánáttúrulega svon sem er að vísu 35 ára í dag. Já, sér það, hann er á topp aldrei þarna, hann er á vídeó aldrei á þessum árum. Hefur hann gaman að svona fljúandi hundum? Ekki í dag. Nei, ég er að segja það, hann hefur kannski tekið Air Bud. Fyrir 13 árum síðan. Já. Hann bjóð ekki hjá mig. Það var að segja 14, þú farið að eiga Air Bud? Ég bara ekki raskat, ekki krónu, sendu mér bara gögnum þetta með undirskriftur og ég skal kanna máli. 10 skall og farið að eiga Air Bud og Scream. Nei, það selta það, sko. Maður. Það var rétt að honum, maður. Trúið sér ekki. Þú farið að eiga Air Bud og Scream, þetta er svo lélegu dýl, sko. Ég, hvað er lélegu dýl? Hefur þið séð Air Bud? Ég veit ekki hvað sko mynd koma, þau við líkur Hornbjörn. Já, körfuboltahundurinn. Já, hundur sem að geta góður í körfu. Hrikaleg. En þetta var góð típa svona, gleymdi, hann vildi bara fá nóturnar og bara e-mailaði þessu bara á mig. Þetta er nægt að hann eftir engan veginn að standa í þessu. Nei, einmitt, þetta er samt svona, ég skildi hann alveg sko. Já, það var rukkan Scream og White Man Can't Jump. Hvað sagði það? Við höfum þetta bara 14 skall og mátti eiga Air Bud og Scream, sagði það? Já, það er ekki fínt dýl. Alveg hrikaleg dýl. Hér með lagið Wait For Me.
Við erum búin með vídeoleguna í dag og búin með engamálið, en við hefum hins vegar eftir að fara í augljósa staðrendir og svo hefum við líka eftir að fara í íslenskt slúður sem hér á eftir. Það hárrétt. En áður en við förum í þessa veislu, þá þurfum við vist að fara í auglýsingar. Svo komum við hvort erum að fara í íslenskt slúður, svo næst eða í þessar augljósu staðrendiðinnar. Já, það komið að augljósum staðrendum. Ætlar í það strax eftir auglýsingar? Já. Okay, það eru mjög augljósar. Eru það pirrandi í dag? Pirrandi? Nei, það eru bara mjög augljósar og svo er ég með 2 augljósar spurningar fyrir. Já, ég ætlaði að mynda að ræða það við þig meðan við erum í auglýsingum. Getur þú sleppt spurningunum í dag? Nei, sko málega... Það er ekki hægt að svara en vitlaust og það er bara, þetta er svo kjánalegt. Þú spyrði alltaf eitthvað og ég líti alltaf út eins og fíbl. Nei, ég er nefnilega mjög viss það að þú sett að fara að gíska rétt í þetta skipti. Það eru mjög augljósar. Ef þú myndi gíska rétt, Steindi, þá myndir þú breyta og ég veit það. Nei, það getur ekki verið þetta sé bara svona mikil tilviljun og ég hef aldrei hitt á rétt. Jú, ég sýnaði blaðið sem bara eftir á. Sýna með blaðið? Já, ok, ég vil þá að fá að sjá það eftir. Ekkert mál. Ok, auglýsingar svo augljósa staðrendir. Túborg og Smirnoff kynna í samstarfi við skemmtistaðinn Park. Opnunarpartí, föstudagskvöldið 1. nóvember. Hugarástand ásamt Bensol. Laugardagskvöldið 2. nóvember, breski plötusnúðurinn Alex Session ásamt DJ Margeri. Park, nýtt heimili íslenskra dansmenningar. LG G2 er hraðasta Android-tæki sem laptopmag.com hafa séð. G2 er komin í verslanir. Austur kynnir í samstarfi við Carlsberg Léttöl. Til Bahama. Skemmtilegustu 50-dagskvöldin okkar eru með veðurguðunum Ingo og Einari. Ískaldur Carlsberg á tilboði og stemming sem þú upplifir hvergi annars staðar. Sjáumst í kvöld á Austur. Á Subway.is finnur þú næringargildi allra rétta okkar á matseðli. Hver er þinn uppáhalds heilsubátur? Subway, eins og þú vilt hafa. Mín peysa er bara klár. Hvað með hérna? Nei, ég er reynda bara enn að prjóna, sko. Þú færð prjóna uppskriftirnar á jólapeysan.is. Vertu með og styrktu mannréttindi barna. Barnaheill Save the Children á Íslandi. Marvel og Coca-Cola kynna. The Avengers var bara byrjunin. Thor, The Dark World. Komin í bíó. Metallica, Through the Never. Tímamóta kvikmynd sem á sér engan líka. Sýnd aðeins einu sinni, 5. 7. nóvember í Háskólabíói. Miðasala er hafin á emiði.is. Það er frábær helgi framundan í boltanum. Geggjað opnunartilboð á mat og Carlsberg á krana. Hendrix, sportbarinn þinn við Gullinbrúna. 15 krónu afsláttur á afmælisdeginum þínum. Dælulykill Atlantsolíu. Settu því í stellingar eru stórkostlega skemmtun í nóvember á Stöð 2. Íslensk dagskrá í algjörum sérflokki. 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar og tónlist.is fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Náðu í appið og upplifðu Iceland Airwaves með símanum. Það er svo mikill gýr í gangi. Það er rosalegt. Já, síðasti 50 dagurinn okkar í FM 95 Blö. Já. Það er líka rosalegt maður. Það er hárrétt og þess vegna 2 ára afmælistáttur á morgun. Já. Nýr brjáttbreki, nýr tong og ég veit ekki hvað. Það verður sprengja á morgun. Ég ætla hins vegar að biðja þig að ná í betta minn. Já, við erum að fara í... Mr. Selfridge bettan. Við erum að fara í augljósar. Við erum að fara í augljósar staðreyndir. En af hverju þarf það alltaf að fá þann betta? Viltu ekki hafa þetta brundir? Nei, ég þarf að fá Mr. Selfridge. Sorry. Má ég heyri honum, já. Er hann ekki hérna? Þetta eru, já. Það er komið að augljósum staðreyndum. Skelvilegu betti. Nei, þú mátt með þess að hækka aðeins í honum. Aðeins, svona, ég heyri allir í honum, hérna, já. Svona? Já, svona. Og ég spyr, ert þú klár? Eins klár og ég verð. En eins og ég sagði fyrir þættinum, þá eru augljósu staðrendar virkilega augljósar í dag. Virkilega augljósar. Það eru það alltaf. Já, það eru svona misaugljósar. Mér finnst það alltaf mjög augljósar, segður. Já, ertu tilbúinn? Í fyrstu augljósu staðrend dagsins. Góðum með hana. Ertu klár? Hvað, þú spyrir mig alltaf svona 50 sinni. Já, okay. ég er alveg tilbúinn stendi. Hún hljóma svona. Já. Við eftir Mr. Selfridge. Já, hann er þarna undir. Býflugur geta ekki gefið eiginhandar áriðanir. Nei, og okkur hver ætti að vilja eiginhandar áriðan frá þeim? Þú veist, hefur þið hitt fræga býflugu?
Nei. Það geti ekki svona haldið á pennanum. Ég varst að tala að bara bíflugur geta ekki gefið fólki eiginhandaráðin. Já, bíflugur geti ekki skrifað eiginhandaráðin. Hún getur ekki gefið eiginhandaráðin. Og hver ætti að vilja hana? Hver ætti að vilja eiginhandaráðin frá bíflugur? Já, ef ég á nú að vera alveg heilskriðin, þá var ég alveg til að eiga smá krótablaði frá bíflugur. Þetta er eiginlega bara bull. Þetta er ekki augljós staðrind, þetta er bara kjafta. Þetta er bara mjög augljós staðrind. Bíflugur get ekki gefið eiginhandaráðin. Ertu til í næstu? Já. Þessi er virkilega augljós. Ok. Hún hljómar svona. Vatn er hollt og gott, en ekki að þú ert að drukkna. Nei, ok. Nei. Ég meina, þú vilt ekki vasklas að þú ert að drukkna. Nei, væntanlega ekki. Þá vilt ekki drekka vatn. Nei, þú ert bara að berjast fyrir lífiðinu. Já. Og þú vilt ekki fá þig vatnssopa þegar þú ert að drukkna. Það er augljóst. Já, mjög augljóst staðrind. Vatn er hollt og gott, en ekki ef þú ert að drukkna. Ok. Þetta er augljóst staðrind. Já. Og þá komum við að þriðju augljósu staðrind dagsins. Ég sé á þér að þú ert spenntur. Já, svona rosalega. Ertu tilbúin hérna? Hún er rosalega augljós. Ok. Hún hljómar svona. Þú getur ekki kennt uppstoppuðum dýrum neitt. Þau eru dauð. Hefurðu pælt í því? Nei, ég hef ekki pælt í því áður. Ég bara sá allt innu fyrir mér uppstoppa dýr. Þú meina... Nei, þetta getur ekki... Þau eru uppstoppuð. Já. Bara... Þau eru ekki lifandi. Þú getur ekki kennt þeim neitt. Þú getur ekki sett bara mjólk í skál og kalla því uppstoppan kött. En það sem þú ert að kenna venjulegum ketti eða? Nei, ég segir svona. Þetta er bara mjög augljóst til mér. Já. Getur ekki kennt uppstoppuðum dýrum neitt. Þau eru dauð. Það eru svo 2 spurningar í restina. Já, það eru 2 spurningar í restina. Og það eru mjög augljósar. Og ertu tilbúin í fyrstu augljósu spurningu dagsins? Ég ætla bara að giska einu sinni. Nei, þú giska bara. Það segir mér að giska nokkru sinnum. Þú giska nokkru sinnum. Ekki nóg að giska bara einu sinni. Tilbúin? Hvað eiga gardínur og súkkulaði sameiginlegt? Svo mikið bull. Ég veit ekki hvað kjaftaði þú ert að hugsa núna. Já, hvað eiga sameiginlegt? Já, hvað eiga gardínur og súkkulaði sameiginlegt? Þetta er nú augljóst. Það er enda ekki... Þetta er mjög augljóst. Ekki margt maður. Ég veit ekki, fólk kaupir þetta? Já, fólk kaupir súkkulaði og kaupir gardínur? Já, kannski. Ég er að leita að öðru svari. Þú getur fundið þetta bæði á heimilum fólks? Já, oft, en það var ekki svari sem ég var að leita. Nei, ég hef aldrei eftir að... Hvað eiga gardínur og súkkulaði sameiginlegt stendi? Gefst upp? Já, þetta er bara gefst upp, þetta er bara rugl. Já. Hvað eiga gardínur og súkkulaði sameiginlegt? Já. Þau eiga enga vini. Það veist að það deyr eitthvað inn í mér hérna. Hvað meinar þau? Eiga enga vini? Já, hefur þú séð eitthvað hanga með gardínu? Þetta var bara mjög augljóst. Ég er svolítið vonsvikið með því. Hverjar eru líka þetta? Ég myndi að fara að segja að það sem að súkkulaði og gardínur eigi sameiginlegt sé að þau eigi ekki vini. Já, það er bara mjög augljóst. Ég hugsaði það strax. Hvað veist þú nema að snikka segja eitthvað frábæra minn? Nei, það er ekki séns. Ertu tilbúin í næstu augljósu spurningu? Já, sem betur fyrir líka síðasta. Þessi er rosalega skemmtileg. Hún er mjög augljós og ég er full að trúa því að þú náir að leysa þetta. Ertu tilbúin? Já. Hver er munurinn á hundi og fálka? Það er náttúrulega bara endalust, Steinþór. Það er endalust. Nei, ég geti talið upp 50 hluti. Ertu ekki að djóka? Komdu, já, gískaðu. Hundurinn geltir, ekki fálkinn. Er það sem þú ert að leita? Nei. Nei, þú veit ekki það, því ég sagði það. Hundurinn með 4 lappir, ekki fálkinn. Já, ég var samt ekki að leita. Hundurinn er gæludýr, sé að fólki, ekki fálkinn. Já, en ég var ekki að, það er ekki... Nei, ok, hvað er þetta að leita? Gefstu upp? Já, ég gefst ekkert upp, ég bara veit og segir aldrei rétt mér. Fálkar geta flogið? Ég get svo svarað. Ertu í alveg reiður? Nei, nú lítur út bara þess að ég sé gett vittlust og þetta er bara endalust. Nei, þetta var bara mjög augljóst. Þetta er bara endalust. Fáum mér út í mental. Það varst ekki ánægð með augljóst í dag? Alveg æðislega. Lost my mind and lost my goal. Mental hér og Not Giving In. Já. Við erum búnir með augljósa staðarindir í dag sem betur verð en eigum hins vegar eftir að fara í íslenskt klúður. Þú ert engin aðdáðandi augljósa, ég heyri það. Já, ég hef nú alveg lúmst gaman að. Já, en þú pirrast rosalega, ég hef svolítið gaman að því líka, sko. Já, það er svo margt vittlust þarna. Svo veit ég að, sko,
Ég fæ aldrei að hafa rétt fyrir mér spurningunni. Það er svolítið döður mér, ég veit ekki hana. En áður við förum í íslenskt slúður, þú ert með eitthvað svaðalan pakkandi á það ekki? Já, brakandi ferskan pakka. Hvað kemur fyrir? Fólk sem er að borða út úr öðrum og eitthvað? Nei, þetta nú aðalega bara sko, ég er bara búin að vera að fá svo mikið af tölvupóstum. Já, ok. Það alltaf verið að senda mig tölvupósta. Já. Fest slúður, beint í æð. Fest slúður, beint í æð hér rétt og eftir, en áður við förum í slúðrið og þá Ég fæ alltaf sendt svona, það alltaf verið að gera svona kannanir hvað fer í taugarnar á konum varðandi kallmenn og annað. Og svona klæðaburð. Þú vilt líka bara hafa þetta á hreinu. Já. Er það ekki? Jú. Viljum við það ekki? Vita hvað fer í taugarnar? Já. Jó, þetta samt sko, þessar kannanir eru samt svo oft svo mikið rugl bara sko. En svo hérna, fyrsta, fashion mistakes that men make that women despise. Það er ekkert að skafa af því hérna sko. Ok, það vilja alls ekki að við séum í sikkorum sokkunum. Af hverju ætti það að vera eitthvað issue? Já, fyrir það eitthvað voðalega í taugarnar. Nei, ég viðurkenni það, ég finnst stundum í sikkorum sokkin. Það kemur ekkert óvart. Ertu einhvern veginn í samstæði með það? Já, ég er í samstæði núna með svona jólasokkum. Já, mjög flottir. En þú ert oft í sikkorum soknum? Já, svo stundum. Fer það í taugarnar á konun? Nei, ég held ekki. Þú veist, hún svona segir mér að reyna að fara í samstæða sokka. Já, þannig að þetta fer pín í taugarnar á henni. Já, jú, þetta fer í taugarnar á henni. Það er bara rétt. Þetta fer smá í taugarnar á henni. Þetta er hár rétt könnun. Já, þetta er að virka hérna. Alls ekki verið í sokkum við sandala. Það er vist einhver algjört törnum fyrir konur. Það er alveg ríkalegt. Já, ég held að sé nú fáið kallmenni í því, eða ekki? Já, rosalega ljóta sandala. Ég á svona sandala með 2 svona frönskum yfir. Ég reyna að vera bara ekkert mikið í sandunum því að ég er með svo ógeðslegar tær. Já. Ég vil helst bara vera í íþróttaskóm. Ég skil samt ekki, mér líður ekki eins og það vel heima hjá mér að geta verið bara í söndurum. Nei. Maður er hvergi í söndurum. Nefnum kannski þú veist að þú veist í sólalöndum eða hvað. Alls ekki vera með stutt bindi. Nei. Það er vist einhver annað. Þá verðist maður að vera chubby. Er það málið? Ég held það. Hefur konan sagt það? Nei, hún hefur ekkert sagt það. Henni finnst ég bara að vera mjög fín. Finnst ekki verið með svona lítið bindi. Akkur, skeitir ekki málið. Nei, það er vist eitthvað algjörð no-no hérna á sem lista. Short ties eða stutt bindi. Ok. Maður sér það nú ekkert oft. Þú sér aldrei oft eitthvað að stráka með allt og stutt bindi. Nei, er það ekki. Er ekki allir komin í bara svona... Ég sé nú bara ekkert oft menn með bindi. Er ekki allir komin í slaufunnar í dag? Já, ég hugsa að vera nú með bindi á morgun. Já, ég ætla að vera með bindi líka á morgun. Alls ekki verið með hólur, göt og rifur á gallabuxunum þínum. Það er vist einhver viðbjóður í dag og löngu farið úr tískustendur hérna. Já. Ertu með svoleiðis? Nei, ekkert svona viljandi gat neitt. Nei, bara eitthvað sem rifnað þá þú ert að beigja eftir eitthvað eða? Nei, það þurfti sko, þú veist, ef ég fyrir vasan, þess að buxunum sem ég er í núna, ef ég fyrir vasan, þá er gat í vasanum, inn í honum og þá, síminn minn, ég ætla að missa síma minn svona í skálmina og lyklana mína. Þú veist, í vasabiljard? Já, ég gæti farið mjög öðvöldlega í hann. Þú veist, gerði sokkin yfir buxurnar niðri. Af því að svo þetta, þú veist, fari ekki allt. Svo mikið rugl allt hérna og ekki bara, veist, ég nenni ekki að lesa þetta allt. Hérna, þetta er samt svona, það eru margir hérna úti sem eru núna að glósa. Ég er að segja það, við erum að hjálpa fólki. Ok, það fer í taugarnar og konum þegar strákar eru ekki með belti. Hvaða máli skiptir það? Já, belti sjást þú að sjaldan. Ég er oftast með belti. En heldur það fari í taugarnar Sigrún eða ertu með belti núna stundu? Já, ég bara þarf að vera með belti. Nú. En annars væri ég ekki með belti. Mér finnst þetta að vera mjög mikill óþarf að vera með belti. Af hverju þarf það að vera með belti? Af því að buxurnar eru... Af því að ég er að grennast. Já, ok. Hanna, yes. Ég náði að lauma þið inn maður. Já. Svo er þetta, nei, þetta er pirrandi maður. Þetta er bara, ég nenni ekki að lesa þetta. Rugg, skulum bara fara hérna í auglýsingar og svo er það íslenskt slúður. Vá, hvað bugaðist yfir því. Já, þetta er ekki kjafta. Ég er líka orðið mjög spenntur fyrir íslenska slúðurinn. Þú veist, það er Arna Grand og Ívar Guðmunds kemur fram í því. Já, og Frikki Dórvinur okkur og fleiri. Þetta verður mjög spennandi. Ég hlakka til að heyra. Skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi kynna Hryllingshúsið helgina 1. til 3. nóvember. Ert þú með stáltaugar og tilbúin í andvöku nætur? 16 ára aldurstakmark og þú ferð inn á eigin ábyrgð. Bókaðu tíma í síma 854 65 55. Það kostar aðeins 1000 krónur inn. Skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi. Ég veit það ekki, mér finnst hún eitthvað svo skrítin þessu peysa. En það er einmitt málið, það er eiga að vera skrítnar, það er eiga að vera asnalegar.
Ert þú kominn með jólapeysu? Vertu með og styrktu mannréttindi barna á jólapeysan.is. Barnaheill Save the Children á Íslandi. Trúbador í kvöld og Finn Karlsberg í fötu á 2000 kall. Hóm, Austurstræti 12. Nú færðu 6 frábærar sósur frá Fabrikunni í Hagkaup. Fabrikusósan, koktelsósan, bernaysósan, barbecue-sósan, sinnepsósan og bósósan. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Túborg og Smirnoff kynna, opnunarhelgi skemmtistæðarins Park. Breski plötusnúðurinn Alex Session, Hugarástand, Bensól og DJ Margeir. Park, nýtt heimili íslenskra dansmenningar, opnar helgina. Þú fær fyrir partíið og eftir partíið í 10.11, Hagkaup og N1. Be OK, ávallt síðasti sopinn. Viking jólabjórs kominn á Bankbars, Nora Magasín, Tapashúsið og Keks. Hvar verður þú í kvöld? Mannshvörf á Íslandi sló í gegn síðasta vetur. Nú snýr Helga Arnardóttir sér að óupplýstum lögreglumálum. Óupplýst lögreglumál efst í nóvember á Stöð 2. Tryggður áskrift í símanum 12.49 eða nú stöð2.is. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. Túborg og Smirnoff kynna í samstarfi við skemmtistaðinn Park. Opnunarpartí föstudagskvöldið 1. nóvember. Hugarástand ásamt Bensól. Laugardagskvöldið 2. nóvember. Breski plötusnúðurinn Alex Session ásamt DJ Margeiri. Park. Nýtt heimili íslenskra dansmenningar. FM 95 Blö á FM 957. Það nú ekkert flóknara. Það ekkert flóknara það. Kemst ekki ofan það maður. Nei. Við erum hér Auðun Blöndal og Steindi Junior og verðum alveg til 6 í dag. Og hún 20 mínútur í 6. Já, þetta svo fljótt að líða, þetta bara grín sko. Þetta ekki hægt. Nei. Akkur þetta ekki líka tíma þættir? Mér líður svo klukkan sé 5. Já, ég sammála. En það hins vegar komið að einhverju sem ég bæði spenntu fyrir og hrættu við því að... En óþarf að vera hrættu við þetta. Þetta alltaf að færa aðeins upp á skaftið með íslenska slúðrið. Nei, alls ekki og þetta náttúrulega, eins og segi, Það datt inn sultuhundur í síðustu viku Steindi. Já, það var einhver sem sendið mér það. Ég náttúrulega... Hún var reyndar ekki all-in í sultuhundurum. Nei, bara svona á geiru þetta. En sko málið að ég ég svolítið ánægði með íslenska slúðrið af því að það sko hlustendur eru að taka rosalega vel í það og eru alltaf að stoppa mig út á götu. Já, og sendaði meira og meira á svona vinir og ættingjar. Já, og eru að segja mér alls konar slúður og stundum En þetta þannig á Íslandi að sko góðir vinir og bara nánir ættingjar að slúðra þekkta Íslendinga sem þekkja? Svolítið sko, af því að fólk vill náttúrulega fá sitt slúður í gegn og ég er búinn að fá verulega mikið af tölvupóstum. Hvað borgar fyrir hvert slúðupakka sem þú notar? Ég hef nú reyndar ekki byrjað Þannig að fólk græðir ekkert að því að Nei, það græðir svo sem ekkert að en það getur svona verið að þú veist, svona bankaði næsta mann svona, þetta kom frá mér. Þannig að þú vilt meina að þetta sé satt allt? Já, sko, mér finnst alltaf skemmtilega að trúa hlutum en að efast það. Það er bara ég. Hvað ertu með handa okkur í dag? Ég er með virkilega skemmtilega móla, ég er með 3 móla eins og alltaf, alveg brakandi ferskir og ég ætla að byrja á móla hana Unni Eggersdóttur sem er með sjónvarpsþáttinn Popp og Kók. Solla Styrða? Solla Styrða. Já, tónlistarkona líka. Já, virkilega bara skemmtileg stelpa og allt það en það sem sagt, þetta samt svolítið svona vitað. Okay. Það alltaf einn svona líka sem svolítið svona, já, búin að heyra þess eitthvað. Já, ok, hvað þetta sem þetta vitað með hana? Já, svolítið, en Unnur Eggerts, henni finnst rosalega gott að klæja. og bara sagt, elskar þessa kláða tilfinningu. Okay. Og finnst rosa gott svona að klóra sér og er búin að vera hún er búin að vera núna tíður gestur á hárgreiðslustofum bæjarins og fær að eiga hárið sem er klippt af kunnum og nei bara þú veist að sko hárinu svo alltaf sópa í poka þú veist og hent en margar stofur sópa bara í poka og merkja pokan Unnur Eggert og hún fær að koma og taka þetta því að henni finnst svo gott að setja hárin á sig og bara klæja almennilega svona án gríns og er að klóra sér Djöfull steikt maður. Já, þetta er mjög steikt og hún er búin að vera og segir sko henni finnst aðalega gott að klæja þegar hún horfa á sjónvarpið
og þegar hún komin upp í þá stráir hún svona á kottan og finnst svo gott að klæða. Hún segir hérna á Facebook, hún gerir Facebook status þetta hérna. Kláði betri en kökur. Og svo svona alls konar kommentfattari og mörg like og svona. Inn á Facebookinu hennar? Inn á Facebookinu hennar, já. Þá hún einmitt að segja hérna, hún búin að segja hérna meira kláði betri en hnerri og kláði better than sex og eitthvað svona. En þú veist, það var gott að klæja. Þannig þetta bara móli. Þetta einhver kláða þetta í síni. Já, bara eins og ég segi, ekki vera að skjóta sendibóðan. Þetta það sem ég fæ sendi í tölvupóstum. Hvað ertu með næst? Herru, svo næst það móli nr. 2. Já, það Frikki Dór vinnur okkar. King Frikki Dór. King Frikki Dór og góður vinnur og skemmtilegur strákur. Topp eintak. Topp eintak, en Frikki Dór fór með fjölskylduna á Kentucky núna fyrir stötu. Ok. Og hann ekkert í heilsinni? Hann var bara kósi á Kenny, sko. Nei, svona leifir sér að fara á Kenny með family. Kentucky enda alltaf gott. Já, sem nú kannski ekki frásögufærandi, nema Frikki, hann pantaði sér Singa Tower borgara. Og þurfti að bíða í 7 mínútur eftir frönskonum. Og þú veist, það óþolandi að lendi í því. Það þurfa að fara og bíða, þú veist, á einhverjum að þursta bara eftir einhverju svona að vera að steikja og fjölskylda sest niður og bíður eftir matnum og þá sér Frikki að það sko fjölskylda við hliðin á þeim líka sem að fara og það eru fröllur á disknum hjá þeim, svona bara rest og hann fer þangað á borðið og guffar í sig fröllunum og sem fólki skildi eftir. Jú, þetta bara að borða fransku og dýfði mér þess að í teilaran þeirra og var með koktelsósu og allt sko. Konan hans var eitthvað pirruð og bara döð skamma sín náttúrulega, þú veist, og hann var eitthvað kvæsand á hann á móti, þú veist, sem var ekkert búin að éta neitt daginn og bara mikið að gera og þetta var bara neyðalegt og þetta var bara svona sín inn á Kenny sko í skeifinni. Að bara Frikki Dór og geta franskarnar að borði, að fólki var farið samt. Hún fannst þetta bara, en hún fannst þetta bara allt í lagi sko, það voru einhverju krakka með fröllur og hann bara svona. Skít kaldar og eitthvað? Já, þú veist, hann var bara sángur og fekk sér nokkra sko, ég veit það ekki, Guttur veit ekki bara. Jú. Tím Frikki? Jú, ég minna hann var að bíða og það voru franskar þarna og það átti ekki hvort að henda þessu bara. Jú, en konan hans var ekki ánægð með þetta. Nei, ég er ekki hissa. Þú vilt ekkert að kærast eins að geta diskum hjá öðru fólki. Var líka öskrand á hann eitthvað að segja, þú veist, hann þekktur og svona, ekki verið að láta svona sko. En hann eftir ekki að bíða. En hvað ertu með í lokin handa okkur? En þetta var, ertu ekki ánægð með þessu móla? Mjög góð, ég er alltaf hræddastur við síðasta mólan. Já, en þetta er samt bara, þetta er það sem ég er að fá sent. Þetta er bara Frikki Dór er á Kenny og var að borða arrest og Unnur, henni finnst gott að klæja. En já, þriði mólinn, það er, já, hann er svolítið sakalegur, ég verð að viðurkenna það. En það eru góðvinirnir Arnar og Ívar sem voru að lenda í helvíti skrýtnu vesinu nú á dögunum, sko. Já, en þannig er mál með vexti að þeir voru að skemmta sér eitthvað félagarnir, sko, ásamt fleirum. Einhverju partíi? Já, einhverju partíi, bara svona í heimahúsi. Bara gleði. Og svo þegar líður á kvöldi, þá vindrefst Arnar Grant. Sem er náttúrulega bara leiðilegt og svona alltaf, en það er samt, þú veist, í rauninni kannski ekki frásögufærandi. En Ívar kemur fyrir bestu menn. Já, kemur fyrir bestu menn og ég ætla nú bara að rétta upp hönd. Ég hef vindreipist áður. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Já. En Ívar byrjar að rekja hann eitthvað. Það er oft svona algengt, sko. Og hann byrjar að rekja hann eitthvað þannig, hann stendur hérna, ég fekk þetta sent, sko, hann stendur hérna, sko, að hann byrjar að rassa hann. Byrjar að rassa hann svona, hann fer, þú veist, hann, sem sagt, sko, fattur þú, Arnar Grant liggur dauður og Ívar fer bara svona kloflega yfir hann, girðir niður sig og er með svona rassin upp í andliti á hann, fattur þú? Og svo er sko vinur þeirra að taka þetta upp á vídeo og og svo alltaf að vekja hann og þá hann, þú veist, með nefið í rassinum á hann. Það er alltaf skemmtilegt. En síðan gerist það, leið og þeir vekja hann, þá, þú veist, bregður hann Arnar eitthvað og setur svona hendurna fyrir sig og fer með puttan inn í rassin á Ívari. Jú, þetta er bara baltarlegt og kjafta. Nei, þetta er ekki baltarlegt. Nei, býtu, Arnar rekur óvart puttan inn í rassin á Ívari og Ívari döðbreiður líka, náttúrulega. Og hann bakkar, þú veist, eitthvað með þetta og fer eitthvað, þetta fór svolítið úr böndunum og þá fer sko puttin fer alveg nokkur sem minni rassin á þeim þegar þeir eru að bakka. Hættus kjafta þetta. Hvað er bara að tala eftir með Arnar kannski að putta hættus sem það er ekki læg með þig. Það elskar ekki Arnar eins og Ívar. Þetta var slís, fattur þú. En þeim döð bráðum og þeir, þetta er bara hrikaldi til á vídeo. Þetta er eitthvað mesta kjafta sem ég heilt á æfinni.
You're my hallelujah. Give me a time and place, I rendezvous it, I fly to it, I beat you there. Girl, you know I got you, us, trust. A couple things I can't spell without you, now we on. As long as you love me. Þeir eru að hlusta á FM 95 Blö. Auðun Blöndaleiti og teka enga og axla enga ábyrgð á slúðruna Steinda Junior. Ertu ekki með Bieber Fever? Bieber Fever? Jó, ég fílu ekki Bieberinn alveg. Jó, alltaf. Við eigum aðeins eftir að fara í lagi á leiðinni heim í dag. Herru, tíminn var, hann hljóp frá okkur. Já. Og var mikið að gera. Við tókum vídeoleguna, við tókum engamálahotnið. Það bara þannig, við vorum líka með sturlar og augljósar og það var Ísland, þetta er bara, það er bara þéttsnið, bara þéttupækið. Þetta er ekki slúðrið brakandi fest. Jó, þetta var mjög fest. Þetta er það sem menn eru bara, ég er að fá bara að heyra svona hluti, þú veist, fæ þetta náttúrulega mikið á tölvupóstum líka. Já, fólk er að dælu salva á þeim. Já, það vil allir sitt slúður í loftið, sko. En við erum aðeins eftir að fá lagi á leiðinni heim og við Steindi vorum að rífast hérna aðeins aðan, en ég er svona... Þú vinnur það, þá erur alltaf. Ég hef aldrei fengið að ráða laginu á leiðinu heim. Þetta er síðasta lagið mitt á leiðinu heim. Það er enda að tveggja ammali þáttur á morgun, en þetta er síðasti þátturinn okkar í miðri viku. Já, en ég hef aldrei fengið að ráða laginu á leiðinu. Þú er bara komið svo skrítin lög, viltu einar átta, viltu aftur og eitthvað svona, sko. Ég segi, sko, ég væri rosalega til að hlusta reyndar á það aftur. Nei, það gerist ekki, en það er komið að lokum hjá okkur. Getur ekki reyma þessu laginu í kerfi, þannig að komið hjá Rikka G á eftir eða eitthvað. Rikka G, hann er einmitt rétt ómættur hérna. Og Steindi, takk fyrir daginn. Já, takk sömuleiðis, þetta var æðislegt. Og takk fyrir hlustununa í dag, kæru hlustendur, og takk fyrir hlustununa síðustu bara 2 árin. Herru, býtu, ég er á morgun líka, eða ekki? Jó, kíkjum til okkar á morgun, við ætlum að vera með eitthvað fest í afmælisþættinum. Ok. Og erum við hérna á föstudaginn eftir viku saman, félagarnir. En þetta er búið hrikalega gaman og bara takk fyrir okkur í dag. Hér er lagi á leiðinni heim. Þetta er lag sem hefur verið áður. Það heitir Black. Þetta er Skunk Nancy? Nei, þetta er Pearl Jam. Nei, býtu, þú fær svo bakum þig. Þú ætlaði að spila Skunk Nancy. Hvernig getur þið dissa Black með Pearl Jam? Ég ætla ekki að dissa það neitt. Hvernig er það hægt? Ég ætla bara að þakka fyrir mig. Ég er sem margir í bílinu núna að hækka hrikalega með þér. Já, ég ætla að fara út í bíl og setja á aðra stöð. Takk æðislega fyrir hlustunum og virkundum. Smirnoff kynna í samstarfi við skemmtistaðinn Park. Opnunarpartí föstudagskvöldið 1. nóvember. Hugarástand ásamt Bensol. Laugardagskvöldið 2. nóvember. Breski plötusnúðurinn Alex Session ásamt DJ Margeri. Park. Nýtt heimili íslenskra dansmenningar. Skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi kynna. Hryllingshúsið 1. til 3. nóvember. Bókaðu tíma í síma 854-6555. 1000 krónur inn. Ertu tilbúin í andvökunætur? Þú ferð inn á eigin ábyrgð og engar endurgreiðslur í boði. Stránglega bannað innan 16 ára. Með Airwaves appinu getur þú búið til þína eigin dagskrá, fengið tilkynningu áður en tónleikarnir byrja og meira segja séð hvað röðin er löng. Verð í sterkara sambandi með símanum. Austur kynnir í samstarfi við Carlsberg Léttöl. Til Bahamas. Skemmtilegustu 50-skvöldin okkar eru með veðurguðunum Ingo og Einari. Ískaldur Carlsberg á tilboði og stemming sem þú upplifir hvergi annars staðar. Sjáumst í kvöld á Austur. Taktu vel á móti neyðarkalli björgunarsveitana. Slysavarnarfélagi Landsbjörg. Skífan hefur opnað nýja og stórglæsilega verslun í Smáralind. Komdu í heimsókn. Skífan Smáralind og Skífan Kringlunni. Harry Potter, eitt stærsta ævintýri síðari ára. Alla föstudaga á Stöð 2 í nóvember. Notalegar fjölskyldustundir í sófanum heima. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Föstudag kl. 21. Stöð 2. Margkvæmt skemmtilegur. Trúborg jólabjörinn lendir á English Pub föstudaginn 1. nóvember kl. 20:59. Lúðrasveit og karlakór mætir á svæðið og lifandi tónlist fram eftir nótu. English Pub Reykjavík og Hafnarfirði. FM 95 Blö á FM 957. Vertu í sterkara sambandi með Iceland Airwaves appinu. Topp tónlistarstöðin.